Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Lögreglu var óheimilt að setja staðsetningartæki í bíl manns sem hún grunaði afbrot samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag. Kastljós fjallaði mál mannsins í nóvember og sagði frá fyrirhuguðum breytingum á lögum sem heimila slíkt eftirlit. Við ræðum við lögmann mannsins hér rétt á eftir. Við skoðum umfjöllun bandaríska grínfréttaþáttarins The Daily Show sem fjallar mikilvægi íslenska hersins eins og þeir kalla friðargæslulið okkar og förum út í Eldey en þar stærsta einstaka súlubyggð í heimi. En útsendarar Kastljós voru á áhorfendapöllunum í borgarstjórn í dag en þar var meiriháttar uppþot leið og nýr meirihluti tók við. Mótmælin voru skipulögð af ungliðarhreyfingum þeirra flokka sem mynduðu gamla meirihlutann en hrópin og framíköllin voru þvílík að borgarfulltrúar gengu úr sal og gert var hlé á fundinum. Áður en borgarstjórinn, Ólafur F. Magnússon og Óskar Bergsson, nýr borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, takast á atburði dagsins, skulum við skoða hvað fram fór á þessum sögulega fundi. Ungliðarhreyfingar Bjarnarkvartettsins sem núna fráfarandi meirihluti skipulögðu í sameiningu mótmæli en auk þess tóku Reykvíkingar sig bara til hinn almenni Reykvíkingur sem misboðið og mætti hérna. Þegar Ólafur F. Magnússon var kjörinn borgarstjóri með 8 atkvæðum gegn 7 færðist hávaðinn á pöllunum mjög í aukana og æpt var niður með borgarstjóran. Það svo þröngt hérna að það varla hægt að komast lengra en það sannlega að bærast fyrir í leikinn hérna. Ákveðið var að gera hlé á fundinum. Sem misbýður fólki. Þetta valdníðsla, finnst okkur. Það fullkomlega ástæðulaust að skipta þennan meirihluta og svona baktjaldamakk sem að leiði til þess að þetta verður að veruleika hérna í dag. Já, ég fegin að ég á ekki úlingi í þessum hópi. En það ekki mín börn sem hafa þessu svona. Mér skilst að séu vennskælingar sem hafa komið hingað þegar sleppa þér tíma. Ég nú bróður Ólafs Magnússonar, þannig að ég held ég veit nokkuð þeim. Það alveg óþarfi að láta svona. Það alveg óþarfi. Þetta skilslæti. Ég meina, lögreglan getur rymt salið núna, en fólk kemur aftur. Fólk ekki sátt við þetta. Þið getur ekki bara gert hvað sem ykkur sýnist. Þið sér þetta. Hvernig hefur þetta gerst á Íslandi? Hvernig hefur fólk staðið svona? Þið sitjið alveg þegjandi hér. Já. Við reynum að fylgjast með aðeins einsamlegar. Við höfum áhuga að fylgjast með fundunum og við svolítið leiðilegt hvernig verið að mótmæla þessu. Mætti áræðanlega spyrja helminginn af krökkunum hérna sem sitja fyrir aftan mig. Þau vissu ákaflega lítið það hvað hefur verið að gerast á þessum 100 dögum. Óháð því hvort að þessi stjórnarskipti séu eðlilega eða ekki. En af hverju ert þú hér? Ég hérna til þess að fylgjast með fundunum. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá og gaman að fylgjast með lýðræðinu. Stundum tekur það líka þessa mynd á sig. Ég flintri slegin yfir framkomu og hegðun fólks hérna bara því ég tek ekki þátt í öskrum og skrímslátum þá fólk að hrópa að mér hérna því ég sagt að ég var í fasisti. Lögregla beið fyrir utan í viðbragðsstöðu. Starfsmaður kom og bað fólk að yfirgefa húsið en því var fálega tekið. Það ekki miklar undirtektir í því sem þú varst að segja? Nei, það stemming. Það stuð. Hvað verður næsta skref ef þau fara ekki? Fyrirgefðu. Hvað verður næsta skref ef þau fara ekki? Já, fundur heldur ekki áfram meðan þetta ástand þannig að það bara ólega skoðan að fundur hefst aftur. Við förum ekki hérna út fyrir að lögreglan kemur og hendur okkur út. Við ætlum ekki að láta þetta viðgangast. En varðandi félaga okkar í hinum ungliðarhreyfingunum að þá þetta eðlilegt að þeir láti sjá sig hér en svo má náttúrulega líka spyrja sig af hverju þeir létu ekki sjá sig fyrir 3 mánuðum því að þar var akkurat sama staðan upp á teningnum. Skömmu síðar tóku mótmælendur að streyma út. Hvers vegna var ákveðið að standa upp og fara? Að standa upp og fara? Það var eiginlega bara komið mómenti á það. Við vorum búin að koma okkar mjög rækilega á framfæri. Mörg þúsund mann sem eru búin að koma inn í Ráðhús og fyrir utan og upp á palla í dag. Þetta var kannski ekki farið að þjóna neinum tilgangi í viðbót. Við gerðum okkar besta til þess að fá fólk til þess að hætta við þessi áform. Það tókst ekki, en við erum ekki búin að segja okkar síðasta. Og Reykvíkingar hafa verið sviknir og það vita það allir.
Jæja, svo mörg voru þau orð í Ráðhúsinu í dag. Ég ætla að bjóða ykkur velkomna, Óskar og Ólafur. Ég ætla að byrja á þér, Ólafur. Þú ert að taka við sem borgarstjóri í dag og já, það verða öll þessi læti eins og við sáum þarna áðan. Varstu undirbúinn undir að þetta yrði svona? Já, maður var búinn að sjá upptaktin í þessu. Þetta voru sumuleyti vel skipulega mótmæli en framkvæmdin að þeim fór algjörlega böndunum. Þar var nú skipulega ekki eins gott og mér finnst það nú jára við lýðræðislegt ofbeldi þegar menn þagna ekki og gefa ekki fundið neitt einasta frið og mínútum ef ekki tímum saman. Þetta er heldur ekki, ef þau eru að gagnrýna eitthvað í lýðræðinu þá er þetta nú ekki lýðræði að koma svona fram. Óskar, var þetta of langt gengið þetta í dag heldur? Þetta eru ekki hefðbundin íslensk mótmæli en ég held að þau eigi sér sína ástæðu. Ólafur F. Magnússon sleit meirihlutasamstarfi við Tjarnarkvartettinn að ástæðulausu og þess vegna fólk er reitt. Og það hefur komið fram hjá Ólafi að við höfum tekið honum með fálæti og hans málum og við könnumst ekki við það. Það voru hins vegar þungmál og erfiðmál sem Ólafur kom með inn sem hafa lengi verið hans aðal áhugamál, verndun húsanna lögðu í 4 og 6. Og það mál var einfaldlega komið það langt í stjórnsýslunni og ekki í eigu borgarinnar. Þannig að það var gríðarlega erfitt fyrir borgaryfirvöld að grípa inn í með þeim hætti sem hann óskaði eftir en við vorum að sjálfsögða að reyna sem við gátum til þess að vinna í málinu. En mér sýnist á öllu að Ólafur hafi náð þannig samkomulagi við Sjálfstæðisflokkinn að verðmiðinn á þessu meirihlutasamstarfi er í raun og veru þessi hús. Og eftir borgarstjórnarfund í dag þá var haldinn fundur í borgarráði þar sem var samþykkt að fara í uppkaup á þessum húsum. Uppkaup á húsum sem eru í ákveðinu friðunarferli inn á borði menntamálaráðherra og ég held og skyndifriðuð af húsafriðunarnefnd og það er markmið nýja meirihlutans að aflétta friðuninni og sú staða er þá bara einfaldlega komin upp að eigendur húsanna eru í raun og veru í heimsins bestu samningsstöðu. Og ég vil í raun og veru kalla það að þar sem samþykkt var í borgarráði og fyrsta mál nýs meirihluta þar sé í raun og veru óútfyllt ávísun uppkaup húsa við Laugaveg. Ólafur, er þetta ekki svolítið dæmigert einmitt fyrir þennan meirihlutasáttmála sem þú þarna gerðir að ykkar fyrsta verk er að gefa út eins og hann segir óútfyllt ávísun til þess að kaupa upp hús sem að félagaðinir í þessum nýja meirihluta voru nú ekkert svo mjög áfram að halda við hér fyrir nokkrum vikum síðan. Ég hef ekki athygli á því að tillögunni í borgarráði í dag var samþykkt samhljóða. Það greiddi engin atkvæði á móti þessu og það finnst mér nú mest athyglisvert af öllu. Það voru einhverju sem sátu hjá en alla dag er þetta ekki svolítið einkennilega á það? Óhugsandi. Ég hef flutt tillögu þetta og fleiri borgarar hafa flutt tillögu og nákvæmlega eru farið í sams konar aðgerðir til að Hvað heldur þetta myndi kosta borgina? Það er ekki alveg ljóst en það var ekki verið að standa þannig að verki við varum að vísvitandi að hækka verðmiðan á þetta. Það er að fara í samninga við... Það er verið að kanna þessi mál og við erum ekki svo fljótfærir að við kynum ekki málin og athugum hvað við erum að gera. Við flönum ekki út í eitthvað ævintýri. En það er búið ákveða að kaupa húsinu, eða ekki? Það er stefn okkar að byggja þetta upp og borgin hafi þá ráðið þá því skipulagi og því verklagi sem verður haft við það og eins og ég segi að svona tillaga hefði verið samþykkt fyrir 4 árum í borgarstjórn þegar ég hóf baráttu fyrir verndun 19. aldar götumynda Laugaveg sem hefði verið óhugsandi. Nú er búið að snúa málunum alveg við og auðvitað reyna ábyrgð borgaryfirvalda að standa þannig að verki að þetta verði ekki of dýrt. Við erum alveg meðvituð það að við erum mikla ábyrgð á því hvernig farið með fé almennings. Við erum að vísu verið líka með, ég er ekki að segja að þetta er útgjöld sem allir voru sammála en það er líka annað sem núverandi meirihluti hefur gert. Þannig hefur lækkað fasteignaskattann um 5% og veitir ekki af í því sem er að gerast úr húsnæðismarkaðnum. Fasteignamatið þarf að verða alltaf hátt og þannig erum við líka að koma móts við borgarbúa og En samningsstaða eigenda húsana hlýtur að vera ansi góð þegar það liggur fyrir samþykkt í borgarráðum það að þið ætlið að kaupa þessi hús, er það ekki? Það hlýtur að hækka verðmætið á þessum eignum talsvert. Það er alveg ljóst að við förum ekki fram úr því sem við treystum okkur ekki til. Og ég vil leggja áherslu á það að
skipulagsmálin snúast ekki bara Laugaveginn, þeir snúast líka flugvöllin og samgönguaðarnir í borginu og það hefur nú talsvert ólíkar áherslur eins og Óskar veit mjög. Svo koma þess að flugvellinum eftir, en ég ætla að byrja líka á því, Ólafur, þú ert að taka við sem borgarstjóri í dag undir svolítið sérkennilegum kringumstæðum. Það eru fyrst og fremst náttúrulega þessi læti á þessum fundi í morgun og ekki síður sá stuðningur sem að, skortur á honum einna helst sem að kemur fram í þessari skoðanakönnun Fréttablaðsins í dag. Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þig og samstarfsaðilana að þið virðist ekki njóta meira trausts en raun ber vitni. Já, en ég er ekki hissa á að skoðanakönnun geti verið í þennan farveg fyrst í stað, en það hefur málflutningunum verið mjög einhliða að mér finnst og mjög neikvæður. Málflutningur hverra þá? Já, það er sumi fjölmiðlar sem hafa verið mjög neikvæðir og það hefur verið gríðarlega herferð gegn þessu nýja meirihluta á netinu og við höfum ekki náð að svara nægilega vel. Til dæmis hef ég ekki haft nægan tíma til að svara fyrir mig síðustu 2 daga vegna stífs undirbúnings fyrir þennan borgarstjórnarfund og ég held að þegar við getum gert betur grein fyrir því hvað við ætlum að gera, það sem skiptir máli og komum hlutunum í verk, þá snúist þetta smá saman með okkur að því málefnaskráin er mjög góð, hún hefur víðtæk á höfðum til borgarbúa. Hefurðu trú á því sem sagt, Ólafur, að á þessum tíma sem þú verður borgarstjóri núna? Frumskylda mín sem kjörins fulltrúi í Reykjavík að reyna að koma því í verk sem ég er kosin út á. Mér langar bara aðeins að grípa inn í vegna þess að ég held að sé bara ástæði fyrir að fólk er reitt og ég tók það fram áðan að það var ekki málefnalegur ágreiningur í meirihlutanum auk þess sem síðan samræður þeirra Ólafs og Vilhjálms sem verða til þess að það er boðað til blaðamannafundar og kynnt nýjan meirihluta án þess að það hafi verið talað við varaborgarfulltrúa Ólafs. Og almenningur sér bara það blasir við að það er algjör fljótfærni. Þú hafnar því alveg að það hafi verið málefnaágreiningur, það hafi kannski... Við vissum áherslunar og vorum að reyna að vinna okkur út úr því og við höfum alveg örugglega gert það með öðrum hætti heldur en að gefa út einhliða yfirlýsingu í borgarráðum en við myndum kaupa húsin saman hvað þau kostuðu. Þannig að það er alveg á hreinu að við vorum að reyna að vinna málinu og koma til móts við sjónarmið Ólafs. Þetta er ekki rétt. Hvað er rétt að í málinu? Var þetta stóri ásteytingarsteinninn, þessi húsakaup á Laugavegi? Svo er spurning hvort borgarstjórastóllinn sé svona heitur líka. Ég held að hann sé ekki svona heitur eins og þú heldur. Nei, en svaraði þessu, Ólafur. Hver var raunverulega ástæðan fyrir því að þú ákvast það var ekki lengur hægt að starfa með þessu svokallaða tjarnakvartett? Við getum kannski ekki orðað þetta svona með þessum svokallaða tjarnakvartett, en hérna... En hver var ástæðan? Það er málefnalegur ágreiningur. Sem fólst í þá hverju? Og erfiðleikar, takt eftir það er búið að blasa lengi við það. F-listinn hefur verið gagnrýndur harðlega, sérstaklega í upphafi þessi samstarfs áður en ég kom að hans stefnumál hefði ekki nógu mikið vægi. Hvenær komst þú að þessu samstarfi? Þú kallaði sjálf að þú varst kallaði guðfaðir þessu samstarfs? Já, ég var ekki viðstaddur þegar var verið að raða í nefndir og ráð og annað slíkt og semja ýmsa hluti. Varstu ósáttur frá byrjun við það sem sagt? Það var margir sem voru ósáttir við útkomuna þar og fannst ekki haldið nógu fast á hvorki fulltrúum F-listans nýja stefnu þess lista og ég hef verið að reyna að vinna þetta aftur. Þannig að við höfum það bara alveg á hreinu. Þessi stefnumál og því sem ég stóð fyrir og vægi F-listans átti erfitt uppdráttar og ég tala oft um það og sá sem hins vegar tók langt best á því máli var að vísu borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson sem gerði það mjög vel og ég var líka og það hefur komið fram ég bjó líka í þessu samstarfi við trúnaðarbrest það er alltaf verið að tala um trúnaðarbrest að minna hálfu en ég bjó líka í þessu samstarfi við trúnaðarbrest til að mynda af hálfu varaborgarfulltrúa mín sem augsýnilega eins og mál hafa þróast núna og komið fram í dagsljósið. Útskýrðu það hvernig í hverju þessi trúnaðarbrestu á fólk? Já, ég hef bara fundið það, vildi helst ekki að ég kem aftur til starfa í borgarstjórn Reykjavíkur, til miður. Ég er svolítið ósáttur við það að ég hef ekki haft baklandið með mér með þeim hætti sem æskilegt hefði verið. En hvað réð úrslitum, svo þú svarir því alveg, hvað réð úrslitum það að þú ákvaðst að slíta þessu meirihlutasamstarfi þannig í byrjun vikunum? Stefnuskráin. En af hverju varstu ekki til okkar og vildi tala um það með okkur? Allt atriði sem ég talaði um. Ekki í borgarstjórn og flokk? Þú varst ekki þarna í innstu samræðum í þessari borgarstjórn. Við erum með borgarstjórn og flokk sem fer yfir öll stór mál. Og ég held að það sjá allir sem sjá þessa málefnaskrá að hún ber mjög keim að því og nákvæmlega sömu punktum og voru settið fram sem okkar helstu áhersluatriði
En í Og við erum ekki bara að hvaða segja þetta, við erum strax að byrja að koma þessum hlutum í Já, við vitum hvað þið ætlaði að gera, en hvað var það sem þið gátuð ekki gert? Ég er búinn að segja nú mjög rækilega frá samgöngumálunum og ýmsu skipulagsmálum. Hans vegur náttúrulega mjög þungt þarna og ég held að við hefum komið hérna okkar málum þar vel fyrir, þannig að menn munu fara varlegar í áform að flytja flugvöllinn burt áður en hafa traust land undir fótum og fara að skipuleggja byggð á flugbrautum sem kannski eru ómissandi. Óskar, þessi ágreiningur sem hann er að tala til dæmis varðandi húsinn, svo varðandi flugvöllinn, var þetta ekki eitthvað sem þið vissuð af og heyrðuð af í þessu samstarfi? Auðvitað er okkur kunnugt stefnumál Frjálslyndaflokksins, eins og ég gerir ráð fyrir að Frjálslyndaflokkurinn sé kunnugt stefnumál annarra flokka. Og það er hluti sem er ræða og reyna að komast til sameiginlegri niðurstöðu. Það er bara eðli stjórnmálanna. Við vorum með skilaboð frá Ólafi alveg fram eftir miðjum degi á mánudag að það væri allt í himnalagi. Og ég held að reiði almenning sem braust út í Ráðhúsinu í dag sé komin vegna þess að þeir félagar Ólafur og Vilhjálmur mynduðu þennan meirihluta í fljótfærni, alveg eins og þeir ákváðu að kaupa húsin og Laugaveginum í dag í mikilli fljótfærni, án samráðs við sitt bakland. Og mér finnst það til dæmis gagnvart Margréti Sverrisdóttur, sem er varamaður þinn og mjög mikilvægur. Má ekki segja það sama að hluta til meirihlutan sem að þið unnuð að því að búa til hérna fyrir 100 dögum síðan. Var það ekki gert í töluverði fljótfærni líka? Menn komið sem til dæmis aldrei saman það hvaða málefni ætti að setja á oddinn. Það var aldrei búið til neitt plagg eins og þeir veifuðu strax eftir nokkra mínútur þeir félagar. Sjálfstæðisflokkurinn var algjörlega búinn að snúa Framsóknarflokknum stillunum upp við vegg í því máli. Búinn að gera einhverja sáttatilraunum, þetta er strax að selja rey og annars að tala við okkur og svo var það bara eitthvað formsatriði að tala við okkur. Alveg eins og það er formsatriði hjá Ólafi Magnússyni að tala við Margréti þegar hann er búinn að taka allar ákvarðanir og boða til blaðamannafundar. Ólafur, hvenær vissu sjálfstæðismenn af því að Margrét ætlaði sér ekki að taka þátt í þessu samstarfi? Það liggur alveg fyrir að það var engin blektur þar. Hvenær vissu þeir það? Hvenær nákvæmlega? Þeir vissu það ekki fyrir en hérna Margrét sagði mér að hún væri frábyggjum slíku samstarfi. Það hefur verið þá hvað á mánudagskvöldið eða? Fundurinn var nú klukkan 7 kvöld. Þetta gerist allt mjög hratt á allra síðustu klukkutímum. Hvenær var þetta þá sem hún sagði þetta? Hún getur greint frá því sjálf. Ég man ekki nákvæmlega klukkan hvað ég hringdi í hana. Við getum alveg komist að því. Og það er svo margt hérna, það slegið á forsíður blaða. Sjálfstæðismenn vissi ekki Margréti. Þetta er bara ósannandi. Ég veit ekki eftir hverjum þetta er haft. Það er svo vant að það er engir heimildamenn greindir fyrir ýmsum fundum. Margrét sjálf. Varstu búinn að ganga frá samningu við sjálfstæðismenn þegar þeir vissu þessu? Manstu eftir því? Nei. Varstu ekki búinn að því? Nei, ég var búinn að kanna hlutina. Þannig að þeim var fullkunnugt að Margrét ætlaði ekki vera með þegar þeir ganga frá samkomulagi. Það er sagt að sjálfstæðismenn vissi ekki skoðanir Margrétar. Það var ekki hægt að halda neinum blekkingum á floti þau mál. En finnst þetta ekki vera veikleiki á meirihlutanum, Ólafur? Þannig að það verður ekki varamann með þér? Jú, sjálfsögðu það veikleiki. Ég átti mig bara mjög vel á því. Og það vita allir aðilar þegar til þessa leiks er blásið. En ég er staðráðinn í því að sjá til þess að sú staða kom ekki upp. Að mig vantar borgarstjórnarfundi. Það getur ekkert komið fyrir hennar meirihluta varðandi þennan veikleika nema eitthvað gerist á borgarstjórnarfundi. Og ég held að þetta fjarveri á meir en einum borgarstjórnarfundi vegna þess að menn fari ekki að... Þú varst í viðtali á hann og þú spurður margítrekað þar hver hafi sagt þér að Vinstri grænir hefði verið komin ansi nálægt því að gera samning við sjálfstæðismenn og það hefði raun og veru haft einhver áhrif á það að þú gerir þetta. Það hefur lengi legið fyrir að sjálfstæðismenn hafi... Hver sagði þetta? Þetta er nú bara komið frá fjölmiðlum frá því bara þessi... Ertu að tala um skrif í Staksteinum og leiðar á Morgunblaðið? Frá því þessi fráfarandi meirihluti var myndar og það er líka... Við sem erum þarna í hópnum og erum í umræðinni og við erum tilfinningu fyrir því hvað er að ske. En sagðu sjálfstæðismennir ekki að Vinstri grænir mynda meirihluta með þeim ef þú tækir ekki búinn? Þeir sögðu ekki beinlínis svona eins og þú heldur fram. En þeir gáðu það samt í skinu? Þeir hafa staðfestið mig að þeir hafi verið í alvöru þreifingum við Vinstri græna einhvern tíma síðan hafði það áhrif á það að þú ákvæmst að gera þetta þessum tímapunkti? Þessi fráfarandi meirihluti var myndaður.
Var það ástæðan fyrir þú ákvaðst að gera þetta á þessum tíma? Það hafði ekki afgerandi áhrif vegna þess að ég er ekki að fara í nýtt samstarf til að vera undan einhverjum öðrum í það, heldur einungis vegna þess að ég næ fram öllum þýðingarmestu málum F-listans í málefnaskrá og sé fram að þau verði komin á framfæri við kjósendur í lok þessar kjörtímabils og ég vil leggja sérstaklega ríka áherslu á það að við erum ekki að fara út af brautinni varðandi hagsmuni almennings í orkumálum og eignarhald almennings og orkulindum. Ég er líka með að segja hérna bara örfá orð að lókum vegna þess að menn er að tala um að það sé alltaf einhver tilboð í gangi á milli manna. Ég vil bara segja það í þessum minnihluta sem núna hefur verið myndaður að það ríkir fullt traust og það þýðir ekkert fyrir sjálfstæðismenn eða aðra að vera að gera einhver tilboð svona inn í hópinn. Það er einfaldlega ekki tekið mark á það. Láttu þetta vera lokaorðin. Takk báðum kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Síðastliðin 2 kvöld hefur Ísland verið í brennidepli í afar vinsælum bandarískum gamaþætti The Daily Show sem sýndur á sjónvarpsstöðinni Comedy Central. Í þessari umfjöllun gengur fréttamaður þáttarins út frá því að það eina sem geti fært bandaríkjamönnum yfir höndina í átökunum í Írak, nú þegar fokið í flest skjól, sé að koma Íslandi aftur á lista hinna staðföstu þjóða. Samkvæmt Daily Show væri lykilvopnið að fá það sem þeir kalla íslenska herinn til að leggja bandaríkjamönnum lið. Eini meðlimur þessa íslenska hers væri þá Herdís Sigurgrímsdóttir, fyrrum friðargæsluliði í Írak. Og kraftajötunni Magnús Sverrir þarna einn í skemmtilegu hlutverki og við skulum sjá brot úr þessari frjálslegu umfjöllun. Situation critical. Iceland had withdrawn their entire military force from Iraq. One blonde, Major Herdís Sigurgrímsdóttir's daughter. It seemed no matter how much I stalked her, Major Herdís simply refused to return to Iraq. Come on, baby, please. Come back to me. Plan B. Do you want to go to Iraq? No. Do you want to go to Iraq? Do you want to go to Iraq? No. No. All I need is a yes. No. But it seemed no matter where I went, no one would listen to reason. Magnus, surely you think Iceland should be part of the coalition of the willing, no? No, I don't think we should be in Iraq. Iceland is a peace-loving country. You mean to tell me there's not one single person in this whole entire country who can't pull Iraq into the 21st century? No. Herdís? Finally, I had the troop right where I wanted her. Damn it! I wish Magnus for Magnuson was here. Thanks, Magnus. Can we at least go out for some decomposed shark? Only if it's been pissed on. Sounds like a date. Já, þetta var bjargvætturinn Herdís. En eins og Kastljós greindi frá í lok nóvember ákvað Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður, að höfða mál á hendur lögreglunni vegna staðsetningarbúnaðar sem lögregla hafi komið fyrir í bíl umbjóðanda hans. Vilhjálmur taldi að ekki væri til staðar ákvæði í lögum sem heimilaði lögreglu slíkt eftirlit, en fyrir Alþingi liggur nú frumvarp fyrir sem felur í sér að lögreglu myndi þá vera heimilt til að beita slíku búnaði, en það hefur henni ekki verið samþykkt. En þrátt fyrir það hefur lögregla beitt þessum aðferðum í nærri áratug með leyfi ríkissaksóknara. Og héraðsdómur úrskurðaði svo í dag að eftirlitið hefði verið ólöglegt. Vilhjálmur sestur hjá Helga til að ræða niðurstöðu dómsins, en við skulum sjá fyrst brot úr umfjöllun Kastljós frá því að við sögðum frá málinu í nóvember. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður sendi nýverið ríkissaksóknara beiðni rannsókn í kjölfar þess að umbjóðandi hans leitaði til hans með torkennilegan tækjabúnað sem hann hafði fundið undir bifreið sinni. Nú staðfest að tækjabúnaðurinn inniheldur staðsetningartæki til eftirlits. Umbjóðandi Vilhjálms uppgötaði þetta þegar hann gat ekki opnað farangursgeymslu bifreiðar sinnar vegna tækisins sem var staðsett undir bílnum. Eigandi bílsins var fyrir áratug dæmdur í fangelsi vegna fíkniefnabrots og hefur lokið afplánun, en hann hefur ekki hlotið dóm síðan þá. Hann tók búnaðinn undan bílnum og færði Vilhjálmi og krafðist þess að eftirlit með honum yrði rannsakað. Vilhjálmur fekk svar ríkissaksóknara sem ríkissaksóknari staðfestir að búnaðurinn sé kominn frá lögreglunni. Ríkissaksóknari segist jafnframt ekki sjá ástæðu til að rannsaka málið frekar og segir því næst orðrétt. Litið hefur verið svo á að lögreglu sé heimilt að beita þeim rannsóknaraðgerðum sem lýst í bréfi yðar og að ekki þurfi úrskurði dómara til að heimila þær.
Samkvæmt upplýsingum frá ríkissaksóknara eru reglur í dag mun rýmri varðandi það þegar eftirlit haft með fólki og notuð til þess staðsetningatæki en þær verða ef frumvarp dómsmálaráðherra fæst staðfest. Þannig hefur það verið í tæp 10 ár eða frá því reglur það voru settar af ríkissaksóknara rétt fyrir síðustu aldamót, í kjölfarið af vinnu nefndar sem fjallaði rannsóknarheimildir lögreglu. Í þeim heimilað að setja staðsetningabúnað á og í farartæki og eins á fólk. Ekki hefur þurft heimild dómstóla til að setja búnaðinn utan á farartæki, en slíkt hefur þó þurft ef ætlunin hefur verið að setja tækin inn í bíla eða á einstaklinga. Lögregla hefur einungis þurft rökstuddan grun og leyfi lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi til að setja búnaðinn á bíla, en jafnvel þó dómsúrskurðar sé óskað, þarf einungis að liggja fyrir rökstuddur grunur alvarlegt brot eins og það orðað. Ekki kveðið á hversu alvarlegt broti þarf að teljast, eins og í nýju frumvarpi þar sem talað að 8 ára fangelsi þurfi að liggja við brotinu. Upplýsingar að slíkt eftirlit hafi verið stundað hér með rúmum heimildum fyrir lögreglu hlýtur að teljast sérstakt í ljósi þess hvernig litið á eftirlit með staðsetningartækjum í greinargerð dómsmálaráðherra með fyrrgreindu frumvarpi sem bíður nú samþykktar Alþingis. Þar segir orðrétt: segja má að hér sé gengið enn lengra í þá átt að skerða friðhelgi einkalífsmanna en þegar símtölu og önnur fjarskipti þeirra eru hleruð. Vegna þess að þær upplýsingar eru einskorðaðar við það sem mönnum fer á milli með þessum hætti, til dæmis í símtölum eða tölvubréfaskiptum. Tilvitnun lýkur. Velkomin, Vilhjálmur. Takk þér. Það sem sagt féll dómur í þessu máli í morgun, að héraðsdómur úrskurðaði það að það hefði verið ólöglegt hreinlega hjá lögreglunni að koma þessum tækjum fyrir á bíl umbjóðandaðins. Hver eru svona helstu niðurstöðnar í þessum dómi varðandi, á hverju byggir dómurinn eiginlega þá niðurstöður? Já, hann byggir á því að það hef ekki verið lagaheimild til staðar til þess að setja þennan búnað á bíl umbjóðanda míns. Og það auðvitað bara fagnaðarefni að héraðsdómur skuli vernda grundvallar mannréttindi með þeim hætti sem hann gerði í sínum úrskurði í dag. Það er raun og veru vísa til stjórnarskrárinnar í þessu öllu saman, en miðað við þau svör sem hafa fengist frá ríkissaksóknara þá hefur þetta verið stundað ansi lengi það að koma þessum tækjum fyrir. Kom eitthvað fram fyrir dómi hversu oft þetta hefur verið gert eða tíðnin á því eitthvað slíkt? Nei, þessi úrskurður var á grundvelli 75. greinar laga um meðferð opinberra mála og hann eiginlega segir að lögreglu sé í framtíðinni óheimilt að setja slíkan búnað á bifreið umbjóðanda míns eða aðra hluti í hans eigu. Þetta er svona lagatæknilegt atriði sem kannski skiptir ekki öllu máli, en í rökstuðningnum fyrir niðurstöðunni farið mjög ítarlega yfir þetta og talið að brot á stjórnarskrá sé að ræða vegna núverandi framkvæmdar hjá lögreglu og á alþjóðlegum sáttmálum sem Ísland hefur skuldbundið sig til að hlíta. Nú er þetta í héraðsdómi, veistu til þess að málið fari fyrir Hæstarétt, hefur þetta verið kært eða vísað þangað, veistu? Já, ég fekk afrit af bréfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til héraðsdóms í dag fjölleiti þar sem að tilkynnt var kæru til Hæstaréttar, þannig að þetta mál fer fyrir Hæstarétt. Sko verði niðurstaðan þessi og staðfest í Hæstarétti miðað við svona orð héraðsdóms, hvaða afleiðingar hefur þá í raun og veru þessi niðurstaða? Já, þessi niðurstaða hefur auðvitað bara afleiðingar í því tilviki sem að hér ræðir varðandi umbjóðanda minn og það að þeir skildu setja búnaðinn hérna á bifreiðina með þessum hætti og þessi úrskurður að þeim sé þá óheimilt í framtíðinni. Niðurstaðan sem sagt þá svo að þeim þetta óheimilt og málið fer fyrir Hæstarétt sem að tekur þá afstöðu til þess hvort að hann staðfestir niðurstöðu héraðsdóms eða ekki, en það ber að árétta að niðurstaða héraðsdóms í úrskurðinum í dag var gríðarlega vel rökstudd. Hver það í raun og veru sem hefur þá, það til að leggja mat á það, hver það sem hefur borið ábyrgð á því að þetta hafi verið við lýði? Er það ríkissaksóknari sem býr til þessar reglur á sínum tíma án þess að hafa fyrir því, samkvæmt þessu, einhver lög á bak við það? Er þetta ríkissaksóknari að bera ábyrgð á því að þetta hafi verið gert í öll þessi ár síðan niðurstaða Hæstaréttar eftir þessu? Já, þessi framkvæmd sem hefur verið viðhöfð síðastliðin ár kemur mér gríðarlega á óvart.
Reglur ríkissaksóknara byggja á niðurstöðu nefndar sem að dómsmálaráðherra skipaði og í skýrslu þeirra nefndar er boðað að það þurfa að breyta lögum meðferð opinberra mála til þess að koma lagastoð undir reglurnar. En svo virðist sem að embætti ríkissaksóknara hafi farið aðeins fram úr sér og sett reglurnar en lagaheimildin ekki fylgt í kjölfarið. Bara örstutt í lokin sem verður, gæti svo farið að ríkið hafi bakað sér einhverja skaðabótaskyldu gagnvart til dæmis umbjóðanda þínum eða öðrum sem hafa lent í þessu? Tvímælalaust. Takk að þið kærlega fyrir þetta. Takk. Og eftir augnablik förum við út í Eldey og skoðum hérna ótrúlegu súlubyggð sem þar er.